Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við erum hér í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og ætlum að kynna okkur starfið á veirutímum. Það meðal annars grímuskylda sem við ræðum við krakkanum hvernig þeim finnst það og félagslífið og fleira. En það fleira í þættinum, við förum og heyrum í nýjum forstjóra HS Orku og ræðum við hann starfið og það sem í gangi hjá fyrirtækinu. Fáum svo tóna úr rokkveislunum miklu í stapanum frá Bliki í auga. En komið með okkur inn í Fjölbraut. Hvernig gengur skólastarfið á veirutímum? Það gengur í rauninni bara ótrúlega vel, miðað við bara allt og alla. En þetta erfitt. Það meðal annars þessi grímuskylda sem gerir þetta pínu erfitt. Já, það þetta bara þreytandi að þurfa að vera með grímu allan daginn og fyrir bæði nemendur og starfsfólk. En við látum okkur hafa þetta, við viljum halda skólastarfin úti og þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Nú getur við borið byrjunina núna saman við hvernig þetta var í vor þegar þið þurftuð að breyta í fjarkennslu. Hvernig finnst þið munurinn vera? Sko, okkur var hent í djúpulaugina bara á núlitni í vor og það, sko, kennarar og nemendur þeir stóðu sig bara ótrúlega vel miðað við aðstæður. En það auðvitað miklu betra að geta verið með staðkennslu sem mest. Og við erum í rauninni með blandaðan skóla. Við erum með staðkennslu fyrir ákveðin hóp, sérstaklega nýnema og verknám og starfsnám. Við erum með blandað fyrir þá sem eru svona mitt á milli og síðan erum við með fjarnám fyrir þá sem eru kannski komnir lengst. En ef nemendur vilja verið í fjarnámi, stendur það þeim til boða eða reynið að fá alla? Við reynum að fá alla og við reynum þá bara að vera með bara mikla aðstoð í skólanum, spritt og grímur og við réðum manneskju til að koma inn í skólan til þess að spritta allt og sótthreinsa alla snertifleti í skólan bara allan daginn. Þannig að við viljum endilega fá nemendur inn í skólan. Það samt svolítið erfitt að ætlast til að kennarar séu með alveg tvöfalt kerfi. En auðvitað bara skoðum við hvert tilfelli fyrir sig. Þetta eru mikla áskoranir fyrir ykkur stjórnendur og kennara? Já, miklar áskoranir. En ég bara með samstilltu átaki þá erum við held ég bara nokkuð sátt. Hvernig þetta að ganga svona, almennt og eins með grímurnar? Mér finnst þetta bara ganga vonum framar og maður sér alveg, þetta erfitt að anda með grímuna, en þau eru bara duglega að mæta og vilja vera í skólanum, sko. Allir að gera sitt besta. Hvernig gengur að vera með grímun og svona? Það var erfitt að anda stundum, en annars var bara allt í lagi. Í haust þegar við þurftum ekki að vera með grímundar og svona, það alveg munur. Þetta meira íþyngjandi. En eins og ég segi, allir bara glaðir að fá að koma í skólan og hitta annað fólk og svona. Og allir krakkarnir duglegir að nota grímurnar? Ég myndi segja það. Mér finnst þau bara ótrúlega dugleg. Það ekki mikið verið að taka niður og svoleiðis. Hefðirðu kannski frekar vilja bara vera í fjarnámi heldur en að vera svona? Það var svo sannleika, ég fjallaði í fjarnámi en ég var í skólanum. Það pluss og mínus verið að fjarnámi. Já. Það var fjarnámið bara kosið að vera heima og sofa eitthvað svoleiðis. Hvernig að vera í skólanum núna? Þetta skrítið. Varstu hérna í vor þegar var fjarkennsla? Nei, ég nýnemi. Þú nýnemi. Hvernig að byrja framhaldsskóla með grímu á tímum COVID? Það bara mjög skrítið og þetta rosa heitt. Erfitt? Já. Þú leituð að hafa það? Já. Myndirðu frekar vilja vera heima í fjarnámi? Mér langar að prófa það.
Jæja, hvernig gengur námið á veirutímum? Þetta eru skrýtnir tímar en maður lætur þetta ganga. Gríman óþægileg? Já, en maður vill frekar vera með þetta heldur en ekki. Maður vill ekki taka neina sénsa og smittast þegar maður getur sleppt í sko. Hvernig finnst þér stemmingi vera í skólanum svona núna? Hún er góð en þetta náttúrulega, það eru allir að passa sig að ég ætla rétt að vona það því að það er svolítið mikið máli ef einhver einn smittast eins og hérna að fara öll deildin að fara náttúrulega í sóttkví. Já. Hvernig varstu hérna í vor? Já. Var eitthvað breyting þetta var náttúrulega mikið fjarnámi í vor. Hvernig er munurinn að vera komin í skólan? Það er náttúrulega tölvur þægilegra upp á að fá betri kennslu þar sem við erum náttúrulega líka í verklegu á rafeindeildinni og það er náttúrulega munar bara að fá líka bara beint í kennslu frá kennurum þar sem þeir náttúrulega kunna þetta betur heldur en við og það er erfiðar að læra þetta heima þar sem að einbeitingin er kannski ekki beint alveg við námið. Þannig þetta er betra þó að séu svona smá grímuhömlur ef við segjum svo. Já, þetta er tölvöld betra heldur en að vera heima bara að læra þetta þar. Þetta er betra svona. Hvernig er að vera með grímu í skólan? Óþægilegt. Venst ekki? Jú, alltaf læg bara. Hvernig finnst þér svona stemmingi verið í skólanum svona á veirutímum? Bara skrítin. Við erum eiginlega ekkert í skólanum. Nei. Þannig að það er ekkert félagslíf og svoleiðis? Nei. Mæti verið tíma og heim? Já. Hvernig hefur stemmingin á kennarastofunni? Í þessar aðstæður? Hún er öðruvísi. Fólk stoppar augljóslega styttur að þar. Nú við höfum núna breytta stokkatöflu sem eru þá 2 tímar í einu þannig að 3 mínútum fækkar og fólk stoppar augljóslega styttur á kaffistofunni. Þannig að það er allir að harka þetta að sér? Já, taka allir þátt. Já. The pain, hate you, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Well, you know that it's true. Who plays it cool by making this world a little colder? Na na na. Found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, 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 yeah. Ó já, þið eru svo með þetta, koma svo! Eigum við aðeins að heyra bara í svölunum hérna uppi, maður heyri í svölunum!
Tómas, það var kannski við hæfi að þú myndið segja okkur svona aðeins frá þér, velkomin til Suðurnesja, það ekkert svo langt síðan þú komst til HS Orku. Nei, takk fyrir það, það er rétt, ég byrjaði bara áramótin. Ég er búinn að vera svona síðustu 10 árin á flakki, starfa í Bandaríkjunum og í Evrópu. Ég hef verið að vinna fyrir Alcoa síðustu 16 árin, fyrst sem forstjóri fyrir austan og svo forstjóri í Evrópu í Genf og síðan forstjóri heimsvísu frá New York. En það er gott að vera komin heim og gaman að vera komin hingað. Og ég var kannski að lauma að þér svona einni álversspurningu. Það er líka óhreyft álver í svona byggingu á Suðurnesjum. Já. Þú varst nú vel að þér í álversrekstri. Já. Viltu eitthvað tjá þig það? Ég svo sem ekkert, ég held að það að líki óhreyft segir sig sjálft og það er ástæða fyrir því. Það er síðustu, 15 árin byggðist upp mikill iðnaður í Kína sem hefur í raun og veru skaðað iðnaðinn út allstaðar á heimsvísu, mjög mikið og við erum, hvort sem er Íslandi, Kanada, Noregi eða annar staðar, hefur bara ekki verið að byggja upp iðnaðinn á sama tíma, notandi græna orku, heldur að Kínverjar verið að nota kolaorkuver til þess að byggja upp áliðnaðinn og því er sú staða eins og hún er. Ég á ekki mikla, það er náttúrulega ekki mitt að segja til en ég tel ekki mikla líkur á því að vera mikil uppbygging í áliðnaði í vestur heimi næstu áratugi. Já. En varðandi HS Orku, það fyrirtæki svona byggir á grunni Hitaveitu Suðurnesja sem var óskabarn Suðurnesja og hvernig er staðan í rauninni á hluthafahópnum og hverjir eiga fyrirtæki í dag? Já, við eigum það öll, meira og minna, því að núna er helmingurinn að því eigu lífeyrissjóðana, íslensku lífeyrissjóðana, sem saman stofnuðu félagið Jarðvarma sem á 50% hlut og hinn helmingurinn í eigu bresk sjóð sem heitir Ankala. Og það eru líka sjóður sem byggir á lífeyrissjóðum, breskum lífeyrissjóðum. Þannig að báðir eigendur horfa til langs tíma og vilja bara tryggan og öruggan rekstur og eins og ég held að allir hafi viljað upphafi. Þannig að ég myndi segja að eigendastaðan sé mjög góð í dag og hér er hort til vaxtar og uppbyggingar og mikið hort á auðlindagarðinn og hluthafarnir okkar eru mjög áfram að við fylgjum þeim plönum fram. Þannig að ég held að við getum öll verið sátt við það að hér sé svona komin ró í hluthafahópinn. Þannig að það er ekkert nein kúvending í stefnu fyrirtækisins hvað var það rekstur til framtíðar, heldur bara kannski meira sem snýr í rauninni að svæðinu? Já, ég myndi segja að það er kannski meiri fókus á bara frekari uppbyggingu hér á svæðinu. Það er gaman að segja frá því að auðlindagarðurinn hér sem að þó við séum bara 68 hjá Hitaveitu hjá HS Orku, þá eru 1500 störf í auðlindagarðinum beint tengd okkur í fyrirtækjum sem eru bókstaflega tengd okkur og það eru allt saman fyrirtæki sem hafa verið að vaxa og vilja vaxa áfram og þetta er í raun og veru verður okkar fókus að halda áfram að vaxa með þessum fyrirtækjum. Við höfum nokkur verkefni á Suðurnesjum í okkar núverandi virkjunum sem við getum farið í á næstu árum og það munum við gera, það verður okkar svona helsta áhersla. Auðlindagarðurinn, getum við sagt, varð eiginlega svona til á ótrúlegan hátt með vexti Hitaveitunar og HS Orku. Þannig að þið sjáuð áframhaldandi mikla vaxta möguleika og þróun í auðlindagarðinu. Já, tvímælalaust. Það sjáum við sem svona okkar undirstaða öllum vexti hjá okkur. Við erum að reyna að laða að ný fyrirtæki inn í auðlindagarðin. Við höfum áhuga á að stækka núverandi virkjanir okkar og sjáum líka að fyrirtækin sem eru í garðinum eru áhuga sem að vaxa frekar og það eru fyrirtæki í fiskeldi og í garðyrkju og ýmsu öðru, ekki bara tengt einhverjum iðnaði, þetta er nýsköpun og svo framvegis, þannig að það er allt saman mjög jákvætt og við höfum lagt svona meiri áherslu á að laða að ný fyrirtæki og höfum styrkt okkur hvað það varðar, bætt við fólki í þau störf, þannig að við vonumst til þess að sjá á næstu árum einhverja frekar uppbygging í auðlindagarðinum. Skipta fyrirtækin í auðlindagarðinum ykkur jafn miklu eða meira máli sem viðskiptaaðilar eða ekki síður sem fyrirtæki á Suðurnesjum sem að skapa mörg störf? Það er hvort tveggja, því að við erum náttúrulega, Suðurnesin er okkar heimamarkaður og Suðurnesjabúar okkar viðskiptavinir, bestu viðskiptavinir og við viljum sjá okkar heimamarkað sterkan og skapa fleiri störf í samfélaginu en á sama hátt vera vel rekið fyrirtæki sem er náttúrulega eigu lífeyrissjóðanna og sem framtíðar lífeyrisþegi, þá viljum við náttúrulega þeim vegni vel. Þannig að
að við sjáum þetta bæði sem gott innslag í okkar samfélag en líka lykillinn því okkur gangi vel. Hvað með þróun starfseminnar eins og út á Reykjanesi, í Reykjanesvirkjun og hér á í upphaflegu virkjunni í Svartsengi? Já, við byrjum á Reykjanesi, þá erum við nú að fara að ýta úr vör stækkun þar, 30 megavatta stækkun, sem er mjög skemmtilegt verkefni því það alls farið þróunarverkefni sem var til hér innan hús og það í raun og veru 30 megavatt og við þurfum ekki að bora neitt fyrir þá virkjun per se. Auðvitað þarf jarðhitavirkjun alltaf reglulega að bora nýjar hólur en það er engin nein nýting í samfara þessari virkjun. Við erum bara að nýta glatvarma betur og þannig að það er svona fyrsta verkefnið. Svo er náttúrulega Svartsengisvirkjun orðin 47 ára gömul og fyrstu áfangar hennar komið tími á að gera ýmislegt þar og við getum nýtt auðlindina mun betur með nýrri búnaði og það er þá næsta verkefni hjá okkur að fara í að styrkja Svartsengi og jafnvel stækka ef leyfi fást til. Við höfum ákveðin leyfi. Þannig að það er bjart framundan hjá okkur og mikið spennandi verkefnum og skemmtilegum verkefnum fyrir verkfræðingarna okkar og tæknifólkið okkar að takast á við. Hvernig er það að ná fram meiri, þú talar nýja tækni, það sem er að gerast í þessum rekstri að virkjaninn, ný tæki og tækni er að búa til betri afurð núna? Já, það er það. Í raun og veru eru náttúrulega með allri framþróun, tölvubúnaði og öðru slíku, þá erum við að sjá fram á það að geta náð meiru út úr okkar búnaði og út úr okkar auðlindum, bara með betri þekkingu og meiri tölvubúnaði og betra hugviti. Og þar sjáum við klárlega tækifæri hérna hjá okkur. Hvað er Svartsengisvirkjun að gera í dag og hvað sjáum við fram á að geta að stækka hana en að hún geti framleitt meira? Já, við erum í dag að framleiða 67 megavatt cirka og við sjáum að við getum sveiflað því dálítið og við sjáum að við getum nýtt þá orku sem við tökum upp mun betur í nýrri vélum. Þannig að við erum náttúrulega að byggja hluta til á mjög gömlum vélum sem voru settar upp á sínum tíma og voru þá meira sér ekki nýjar þegar það komið hingað. Þannig að þar sjáum við bara með bættri nýtingu og nýri tækni sé hæglega hægt að virkja meira en við erum ekki með neina ákveðna tölu núna og þetta er náttúrulega alltaf háð ákveðnum leyfum en við munum fara að vinna í því og erum að vinna í því að sækjum leyfi fyrir það. Og er þetta sem er að gerast núna á næstunni, næstu mánuðum, árum? Kannski ekki næstu mánuðum hér í Svartsengi, næstu árum klárlega innan 3-5 ára værum við vonandi búin að því að komast eitthvað áfram með það en á næstu mánuðum hér á Reykjanesi. Við erum bara þegar búin að panta túrbínu og erum að fara í ídúrvör útboðum og öðru slíku. En nú er það að framleiða orku sem að fer inn á landsneti, er það ekki? Já. Jú. Hvernig er það að koma út hjá ykkur? Það gengur bara mjög vel sko. Það er náttúrulega við höfum viðskiptavini út um allt land sko og það tengingi við landsneti er býsna góð. Þetta hefur verið talað aðra línu, Suðurnesjalínu og ég held að það er bara svæðinu til bóta og myndi auka rekstraröryggi og afhendingaröryggi allra og er ekkert endilega háð einhverju stóru uppbyggingu en þetta hefur bara nýst vel í okkar tilfelli. Komið þið eitthvað að þessum málum varðandi Suðurnesjalínu 2? Ekki nema bara það, við erum að framleiða orku og við þurfum að selja hana og hún þarf að komast í það. Þannig að þið hljótið að telja það að vera mikilvægt að hún verði sett upp, eða ekki? Jú, hún er það og líka ef fólk hugsa bara jarðhræringarnar sem átt sér stað, þá hefur í byrjun árs, það hefur sett afhendingu öryggi og öryggi mannvirkja hér í annað samhengi. Við erum náttúrulega á ungu landi og mjög virku landi og þó við fögnum ákveðin hátt jarðhræringunum því það þýðir það að það er ennþá að koma varmi inn í okkar auðlind, þá er það líka, þurfum við líka að hugsa um öryggið og að því leyti væri gott að í einhverju formi yrði Suðurnesjalína efld. Hafa þessi jarðskjálftar haft eitthvað, þið hefur þurft eitthvað að kíkja á ykkar öryggismál, jarðskjálfta hérna bara nokkra kílómetrar frá? Já, við sitjum hér á 750 ára gamlu hrauni, þannig að það er vissulega landið er ungt, en við fundum verulega fyrir því, sko, bara starfandi hérna,
En auðlindin sjálf fann ekkert fyrir því og virkjanirnar gengur vel. Þannig að auðvitað all mannvirki hönnuð með þá staðsetningu sem við erum og með þá jarðskjálfta sem geta komið. Þannig að það má segja að það hefur bara verið gott að sjá það, að þetta þolir þetta allt saman vel. En við þurftum að fara yfir alls konar viðbragðsáætlanir og gera kannski nýjar í einhverjum tilfellum, en vonandi þetta nú samt sem afstæðið í bili. Gæti þetta svæði hérna, þessi starfsemi ykkar hérna, verið jafnvel í einhverju hættu ef það kemur stór skjálfti? Það náttúrulega kannski ekki í skjálfta, ekki í jarðskjálfta. Við teljum að þeir skjálftar sem við höfum fengið núna séu nú með þeim stærstu sem munu koma hérna og það þoldi það vel. Og hérna í dag í raun og veru erum við nokkur róleg við því. Maður veit aldrei ef að gerist hraungos hérna, það óþarf að vera að fara eitthvað að spekulera það. En vissulega erum við á virku svæði og hér hefur verið hugsað fyrir því alla tíð. Já, auðlindagarðurinn gríðarlega skemmtilegt dæmi og eins og þú segir skapar gríðarlega mörg störfana. Sjáu þið nýjar hugmyndir þar? Minni fyrirtæki eða stærri fyrirtæki eða millistóri eða hvaða einhverju sérstakar áherslur í því eða bara almennt að laða að fyrirtæki inn í þetta? Já, sko, almennt sjáum við mikinn aukinn áhuga á auðlindagarðinum og við erum náttúrulega með erlenda hluthafa, Angala, sem eru með sitt net og hafa náð að vekja athygli á auðlindagarðinum með í sínu neti, þannig að þar koma alls konar fyrirspurnir. Við sjáum að fyrirtæki eins og í þörungarækt hafa áhuga að vaxa hérna með okkur. Við erum náttúrulega með marga auðlindarstrauma sem hægt að nýta. Við sjáum líka að gróðurhúsa áhrifur og garðyrkjubændur, innlendir sem erlendir, hafa áhuga á þessu. Og það er bylting í raun og veru í gróðurhúsa framþróun núna sem að við höfum séð góða tengingu við, þannig að svo erum við með koltvísýring hér sem hreinn miðað við það sem kemur úr öðrum jarðhitavirkjunum og auðvelt að hreinsa og erum með hreinsistöð hér sem við viljum keyra og hugsanlega nýta betur af því að auðvitað þó að koltvísýringur sé valdi umhverfisáhrifum þá þetta líka ákveðin auðlind fyrir okkur sem og við Íslendingar notum magna koltvísýringi á hverju ári og við getum framleitt allt fyrir innanlandsmarkað mjög auðveldlega hér. Þannig að það alls konar tækifæri tengt þessu. Svo mikið talað vetnisvæðingu, ekki bara hér á Íslandi heldur sérstaklega í Evrópu og það mikill áhugi á því í tengslum við auðlindagarðinn. Þannig að við sjáum mörg tækifæri sem eru kannski ekki beinlínis eins og þau sömu og hafa verið hingað til að breikka auðlindagarðinn, en líka tækifæri til að bæta við eins og við erum náttúrulega með þennan volgasjó frá virkjununum sem hægt að nýta og svo erum við náttúrulega með bæði mikið heit og köldu vatni og varma og við sjáum að það mikil eftirspurn eftir slíku en svo spurning hvað verður úr því, við ætlum bara að leggja mikla áherslu á að reyna að ýta verkefnunum lengra. Þannig að þið eruð að selja auðlindagarðinn, þið eruð að markaðssetja hana. Við erum að markaðssetja hana erlendis á fullu og innlendis líka. Svona kannski að lokum, hver svona stefna Háisorku í samfélagslegri ábyrgð og ef við kannski þá tölum Suðurnesin sérstaklega, þar sem þið eruð á svæðinu og eruð svona hryggjarstykki úr óskabarni Suðurnesja, hitaveitunni. Maður alltaf að tala hana. Já, ég skil það vel og við tökum þeirra ábyrgð fagnandi og viljum vera virkir þáttakendur í samfélaginu og þeim verkefnum sem hér eru sett á oddinn, þannig að ég held að við séum bara að sjá okkur halda áfram þeirri vegferð og styrkja ef eitthvað er. Þannig að frá síðustu áramótum ertu búin að vera hérna í Grindavík á skemmtilegum stað. Já. Þannig að hefur eitthvað komið þér á óvart svona í starfinu? Já, veistu það er náttúrulega frábært starfsfólk og samstarfsfólk og gífurleg þekking hér á nýtingu auðlindarinnar og allir þeim tækjabúnað sem hér kemur. Hér er nýttur og svo finnst mér svæðið alveg einstakt. Ég sem Reykvíkingur var ekki búinn að ganga jafn mikið fólkvanginn og fjöll hér og bara náttúran hér og náttúrufegurinn alveg einstök. Og svo hefur verið afskaplega gaman að kynnast þessum fyrirtækjum í auðlindagarðinum og sjá hvað er að gerast þar og það hefur alveg opnast fyrir mér heimur tækifæra í tengslum við það. Þannig ég held að framtíðin sem er björt fyrir Suðurnesin, nýta auðlindina í atvinnuuppbyggingu og tækifærunum í mörg.
Núna eru atvinnumálin náttúrulega í brennitepli í ljósi stöðunar vegna COVID, mikið atvinnuleysi, þannig að það skiptir mjög miklu máli að ef það verður að búa til fleiri störf hérna í samfélaginu. Já, ég skil það og það er náttúrulega kannski ekki okkar hlutverk beint að búa til störf. Við erum að höldum utan fjármuni okkar hluthafa en það er bara mjög skemmtileg auka búgrein. Styðjið undir það, já, og hér verða til tækifæri og verða fjárfestingar og fyrirtækin í Auðlindagarðinum þau fjárfesta, byggja sína aðstöðu og eru þá komin til lengri tíma og því fylgir uppbygging og þjónusta og við tölum það að þessum 68 störfum hafi fylgt 1500 störf nú þegar fyrir COVID kannski, því að eitthvað kannski dreigir saman í náttúrulega augljóslega í ferðaþjónustunni en við horfum björt fram veginn og við teljum að þetta fá miklu stærri margfaldar á þessa starfsemi okkar. Í Auðlindagarðinum er náttúrulega eitt þekktasta fyrirtæki á Íslandi, Bláa lónið. Já, við getum öll verið stolt af því. Til svona óvæntan hátt fyrir mörgum ára síðan. Já, hérna úr þessu, það er rétt og er orðið alveg frábært fyrirtæki á heimsvísu og þekkt út allan heim. Þannig að það eru bara eitt frábært dæmi það hvernig. Þannig að möguleikarnir eru miklir. Já, gífurlega miklir. Og þú ert bjartsýnn svona á áframhaldið og ánægður eftir að hafa, ánægður með stöðuna? Já, mjög ánægður. Starfsemin gengur vel, við höfum farið vel í gegnum þetta sérstaka ár. Það hefur þrátt fyrir COVID og jarðhræringar og annað, það hefur þetta verið heldur besta ár félagsins frá upphafi. Þannig að við erum bara frekar bjartsýn og horfum bjartsýn fram veginn. Já, leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað, dreift ókeypis öll Suðurnes. Þið getið séð það á netinu, þar erum við mjög öflug. Og með nýjar fréttir á fréttabefnum okkar vaff.is, nýjar golffréttir á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti getið þið séð á víkurfréttasíðunni vaff.is og á hringbraut.is. Við þiggjum ábendingar gott efni. Við erum að skrifa alla daga og í sjónvarpi, þannig að okkur vantar ábendingar. Endilega sendið okkur góðar hugmyndir. Við sjáumst að vikuliðinni, þökkum fyrir okkur, verið sæl.